Góðan dag, velkomin og fáðu ykkur endilega sæti þið sem eru hér í salnum. Gaman að sjá svona marga á fundunum hjá okkur. En enn og aftur, góðan dag og verið velkomin á uppgjörsfund Skaga fyrir fyrsta ársfjórðung 2026. Nú að venju þá munum við Brynjar Hreinsson fara yfir uppgjörið og helstu áfanga á síðasta ársfjórðungi. En við munum einnig sitja fyrir svörum hérna í lok kynningar ef einhverjar eru. En við skulum byrja á því að fara yfir það sem upp úr stóð á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Nú rekstur Skaga gekk nokkuð vel á fyrsta ársfjórðungi. Þrátt fyrir að afkoman hafi verið neikvæð á tímabilinu. En eins og þið þekkið að þá fyrsti ársfjórðungur jafnan þungur í grunnrekstrinum, einkum vegna tjónaþunga í tryggingastarfseminni. En þrátt fyrir það þá batnaði afkoma grunnrekstrar á milli ára eða 200 milljónir króna og var svo niðurstaða yfir okkar áætlun fyrir fjórðunginn. Nú afkoma tryggingarekstrar var áfram góð en við skilaði bestu afkomu vátryggingasamninga síðan árið 2018 á fjórðungnum en það sem að samsett hlutfall fór undir 100% á fjórðungnum. Nú fjármálastarfsemin var undir markmiðum á fyrsta ársfjórðungi, einkum vegna lægri þóknanatekna. En afkoman hins vegar batnaði þó lítillega á milli ára sökum lægri kostnaðar. Nú í gær þá tilkynntu uppfæra áherslur í stefnu félagsins og skipulagsbreytingar tengdu þeim sem ég mun fara betur yfir hér á eftir. En hér sjáum við afkomubrú fyrsta ársfjórðungs á milli ára þar sem afkomubati nemur 1 milljarði króna. Og eins og sjáum á myndinni þá heldur grunnrekstur samstæðunar áfram að þróast með jákvæðum hætti og sem fyrr segir eykst afkoma hans 200 milljónir króna á milli ára. Nú afkoma af fjárfestingu var talsvert betri á fyrsta ársfjórðungi þessa árs en það rétt að nefna að fyrsti ársfjórðungur á síðasta ári var mjög þungur á mörkuðum og afkoma fjárfestinga var eftir því. Nú niðurstaða fjórðungsins neikvæð sem nemur 336 milljónum í samanburði við neikvæð afkomu upp á 1350 milljónir á síðasta ári. Nú VÍS átti trausta byrjun á árinu og niðurstaðin í fyrsta ársfjórðungi sú besta í tryggingarekstri frá árinu 2018. Fyrsti ársfjórðungur jafnan þyngstur og hefur sögulega verið yfir 100% í samsettu hlutfalli en var núna 98,3% sem virkilega góð niðurstaða og það ánægjulegt að sjá á hversu góðan stað við erum komin með tryggingareksturinn. Nú tekjur af vátryggingasamningum jukust 6,9% á milli ára en þar af jukust tekjur af líf- og sjúkdómatryggingum 11,2%. Nú þessi iðgjaldaaukning á fjórðungnum hún í takti við áætlanir félagsins sem að gerðu ráð fyrir því að það myndi draga aðeins úr iðgjaldavexti eftir mikið vaxtarskeið hjá félaginu á undanförnum árum. En það jafnframt ánægjulegt að meðfram þessu heldur ánægja viðskiptavina áfram að aukast. Nú í fjármálastarfseminni var fyrsti ársfjórðungur nokkuð rýr í þóknanatekjum eftir ansi sterkan fjórða ársfjórðung á síðasta ári. En heildartekjur af fjármálastarfseminni drógu saman en afkoman batnaði þó lítillega þökk sé aðhaldi á kostnaðarhlið sem byrjuð að koma fram í rekstrinum. Nú afkoma Fossa var jákvæð 3 milljónir króna fyrir skatt á fjórðungnum en frávik frá áætlun skýrðust einkum að lægri tekjum af fyrirtækjaráðgjöf ásamt því að lækkanir á mörkuðum á seinni hluta fjórðungsins höfðu neikvæð áhrif á fjármunatekjur bankans eftir ansi góða byrjun á árinu á þeim vettvangi. En á móti kemur að þá hefur vaxtamunur bankans farið hratt vaxandi og hefur aldrei verið hærri á einum ársfjórðungi
sem merkir þess að bankastarfsemin heldur áfram að þróast í rétta átt. Eignastýringartekjur halda áfram að vaxa og 12 mánaða takturinn í fjármálastarfseminni sömuleiðis. Við kynntum fjárhagsleg markmið fyrir árið í síðasta uppgjöri og munum halda áfram að birta stöðu þessara markmiða eftir því sem að framvindur á þetta ár. Það að sjálfsögðu stutt liðið á árið núna og þessi mælikvarðar eiga það nú margir sameiginlegt að geta verið nokkuð sveiflukenndir á milli fjórðunga. En hafandi sagt það að þá eru, eins og við sjáum það núna, markmið ársins heilt yfir á þokkalegum stað. Og afkoma trygginga heldur betur en áætlanir gerðu ráð fyrir, en tekjur í fjármálastarfseminni að sama skapi undir áætlun sem fyrr segir. En þá afkoma fjárfestingum undir áætlun í þessum fjórðungi en við horfum samt sem áður til þess að ná settum markmiðum. En í gær tilkynntum við uppfærðar áherslur í stefnu félagsins og skipulagsbreytingar tengdu þeim. En markmiðið með þessum breytingum að ná fram lækkun kostnaðar með hagræðingu og einföldun ásamt því að auka enn á skilvirkni í samstarfi á milli félaga innan samstæðunnar. Og þessar breyttu áherslur hafa einnig í för með sér breytingar á framkvæmdastjórn samstæðunnar, þar sem að Steingrímur Arnar Finnsson mun nú stíga úr stóli forstjóri Fossa og mun Brynjar Þór Hreinsson, sem ætti ykkur öllum hér að vera vel kunnur, að stíga inn í það hlutverk í hans stað. Steingrímur mun vera félaginu áfram til ráðgjafar og sérstaklega í þágu lykil viðskiptasambanda og þróun líka viðskipta við erlenda aðila ásamt annarri tekjusköpun. En þessum skipulagsbreytingum fylgir einnig einföldun á starfsemi móðurfélags, en gert ráð fyrir því að tilfærsla verkefna, kostnaðarhagræði og sú einföldun skili allt að 180 milljónum króna í árlega lækkun kostnaðar á samstæðugrunni þegar hún að fullu komin fram. En þar að ræða fækkun starfa og launakostnaður tengdu því, húsnæðiskostnaður, almennur rekstrarkostnaður ásamt lækkun í aðkeyptri þjónustu sem að verður í auknum mæli lýst hér innanhúss. En að þessu sögðu þá gef ég orðið til Brynjar sem að mun fara yfir fjárhagslegt uppgjör. Já, góðan daginn og takk fyrir það, Haraldur. Ég byrja að fara yfir þá helstu rekstrarniðurstöður fyrsta ársfjórðungs, en á tímabilinu nam tapið 336 milljónum og arðsemi eiginfjárhæð neikvæð 5,7% á ársgrundvelli. Afkoma vátryggingasamninga var 138 milljónir sem 189 milljónum hærra en á fyrra ári og skilar besta fyrsta ársfjórðungi trygginga frá því árið 2018. Hreinar vaxtatekjur eru 154 milljónir og vaxa 43%. Þóknanatekjur eru 533 milljónir og lækka 10%. En Haraldur kom inn á það að samdráttur var í fjármálastarfseminni og það skýrist meðal annars af minni tekjum í fyrirtækjaráðgjöf þennan fjórðunginn, en það getur auðvitað sveiflast á milli fjórðunga. Hreinar fjárfestingartekjur eru neikvæðar 284 milljónir á ársfjórðungnum en batna 813 milljónir á milli ára. En samanburðurinn hér við mjög krefjandi markaðsaðstæður á fyrsta ársfjórðungi á síðasta ári. Hreinar rekstrartekjur eru samanlagt 591 milljón og batna 967 milljónir á milli ára. Rekstrarkostnaður nemur 874 milljónum og lækkar 8% á milli ára. Þess má geta að ráðgjafarkostnaður vegna samrunaviðræðna við Íslandsbanka féll til á þessum fjórðungi og nam 25 milljónum. Skattur neikvæður 2 milljónir og niðurstaðan því tap eftir skatta upp á 336 milljónir. Efnahagsreikningur Skaga, hann stendur í ríflega 87 milljörðum í árslok tímabilsins og hefur vaxið 6% á milli ára. Fjárfestingarsafn, lánasafn og fjárstýringareignir eru eftir sem áður stærstu eignir samstæðunnar og eignahliðin vex 2 milljarða á fjórðungnum. Vátryggingaskuldin hækkar 2 milljarða á tímabilinu sem skýrist að mestu
vegna endurnýjun trygginga áramót en iðgjaldaskuld félagsins jafnan hæst á þessum tímapunkti. Peningamarkaðsinnlán Fossa lækka á fjórðungnum en á móti hækkuðu lánalínur og repo bankans. Peningamarkaðsinnlán hafa svo aukist aftur í byrjun annars árs fjórðungs. Eigið fé samstæðunnar stendur í tæplega 23 milljörðum og lækkun á fjórðungnum skýrist af tapin á tímabilinu, arðgreiðslu og endurkaupum sem hófust í mars. Lítum þá nánar á tryggingareksturinn á fyrsta fjórðungi. Nú fyrsti fjórðungur hefur allavega verið í tapi í afkomu vátryggingasamninga eins og sjá má. En nú 138 milljónir í plús og samsett hlutfall 98,3% og í fyrsta skipti aftur undir 100% síðan 2018. Aðrir mælikvarðar í tryggingarekstrinum eru áfram í góðum takti þó að tekjuvöxtur komi nokkuð niður eins og Haraldur kom inn á. Þá hann alveg í takti við áætlun og þær rekstrarhorfur sem hafa verið birtar. Tekjuvöxturinn milli ára nemur 6,9% og rekstrarhorfur sögðu til 7% tekjuvöxt á árinu. En það gott að sjá að líf- og sjúkdómatryggingar vaxa rúmlega 11% á fjórðungnum. Kostnaðarhlutfallið 19,1% og lækkaði 0,1% stig á milli ára. Og tjónahlutfallið batnar einnig á milli ára ríflega 2%. Tryggingareksturinn í góðu horfi í upphaf ársins og óætt líka að segja að janúar og febrúarmánuður hafi verið sérlega góðir á meðan tjónin jukust nokkuð í mars. Afkoma vátrygginga nemur eins og áður segir 138 milljónum og hækkar 189 milljónir á milli ára. Tekjur í fjármálastarfsemi, þær lækkuðu tæp 9% á milli ára og eru 714 á fjórðungnum, 714 milljónir. Lækkunin skýrist eins og áður segir af lægri tekjum í fyrirtækjaráðgjöf en áætlað var, en einnig af lágum fjármunatekjum af veltubók sem var rétt við núllið í þessum fjórðungi. Vaxtamunur bankans hefur farið stigvaxandi og ríflega 150 milljónir í fjórðungnum sem það hæsta hingað til. Eignir í stýringu hreyfast lítið á tímabilinu en þar nemur lækkunum 2 milljörðum sem kemur til vegna nettó útflæðisauk þess sem ávöxtun tiltölulega lág tímabilinu. Afkoma fjármálastarfseminnar fyrir skatta neikvæð 20 milljónir en batnar 14 milljónir milli ára þar sem lækkun kostnaðar vegur á móti lægri tekjum á tímabilinu. Afkoma Fossa þar af jákvæð 3 milljónir en tap IVAF nemur 23 milljónum sem skýrist að mestu á fækkun starfsfólks vegna starfsloka þar sem kostnaður gjaldfærður allir á fyrsta fjórðungi. Hefði ekki komið til þess þá hefði rekstur IVAF verið rétt í plús einnig. Haraldur hefur komið inn á þær skipulagsbreytingar sem búið að kynna og verkefni í fjármálastarfseminni að auka þátt samningsbundinna tekna og það kallar á aukinn kraft félagana, Fossa og IVAF að sækja fram á sínum styrkleikum saman. Í fjárfestingasafni VÍS má sjá að fjárfestingatekjur fjórðungsins eru 366 milljónir og ávöxtun fjárfestingar eigna 0,7%. Skuldabréf skiluðu mestu framlagi í fjárfestingatekjurnar eða 500 milljónum en ávöxtun hlutabréfa var dræm á fjórðungnum, sérstaklega í skráðum hlutabréfum sem voru neikvæð 336 milljónir. En óskráð hlutabréf hækkuðu 129 milljónir. Nú fjármagnsliðirnir vega áfram þungt og eru samanlagt 530 milljónir sem leiða til þess að hreina fjárfestingatekjur VÍS eru neikvæðar 250 milljónir. Hátt vaxta umhverfi skilar sér beint í fjármagnsliði vátryggingaskuldar og nemur vöxtun 360 milljónum af þessum 430 milljónum sem eru í fjármagnsliðum vátryggingaskuldar. En 80 milljónir til viðbótar skýrast af hækkun verðbólguvæntinga. Fjárfestingasafnið það stendur í ríflega 50 eða tæplega 51 milljarði og helsta tilfærslan í safninu að auki var við fyrirtækjaskuldabréf og dregið úr vigti ríkisskuldabréfa og skráðra hlutabréfa. Það hefur verið dregið úr áhættu í safninu enda má sjá þarna í þróun samsetningar hægra megin niðri að vægi hlutabréfa í heild rétt tæplega 30% en stefnan að vera með 35% í hlutabréfum. Frekar niðurbrot og stærstu eignir eignasafnsins má áfram sjá í viðauka glærum.
Rekstrarkostnaður samstæðunnar stendur í stað milli ára og nemur 2,5 milljörðum. Helsta breytingin lækkun launakostnaðar. Við horfum á undirliði að lækka launakostnaðar sem fellur til vegna fækkun stöðugilda, sérstaklega hjá VÍS. Rekstrarkostnaður í fjármálastarfsemi hefur einnig dregist saman ríflega 10% milli ára og rekstrarkostnaður tryggingastarfseminnar hækkaði 6%. Áhersla á kostnaðarhagræði að skila sér í því að tekist hefur að lækka kostnað í fjármálastarfsemi og VÍS hefur tekist að halda kostnaðarhækkunum hóflegum á sama tíma og félagið að vaxa umtalsvert á milli ára í mikilli verðbólgu og launaskriði. Þess má einnig geta að VÍS hefur verið að auka þjónustuna með opnun fleiri útibúa og líka rétt að taka fram að þá hefur orðið mikill viðsnúningur til hins betra í kostnaðarhlutfalli félagsins síðustu ári. Að lokum í minni yfirferð má hér sjá mælikvarða fjárhagslegan styrk og þess má geta að arðgreiðsla að fjárhæð 760 milljónir var samþykkt og ákveðin 17. mars. Einnig var ákveðið í mars að hefja endurkaup allt að fjárhæð 750 milljónir frá tímabilinu mars fram í byrjun júní. Arðgreiðsla á endurkaup nema því samanlagt 1,5 milljarði og gjaldþol samstæðunnar tekur tillit til þess. Gjaldþoli stendur í 1,27 í lok fjórðungsins á meðan gjaldþoli tryggingarekstri stendur áfram í stað á milli fjórðunga í 1,44. Væntingar eru að gjaldþol samstæðu og tryggingarekstri fari vaxandi í kjölfar fyrsta ársfjórðungs sem ávallt þyngstur. Þá minni yfirferð lokið og gef ég Haraldi aftur orðið. Takk fyrir þess yfirferð Brynjar, en áður en við förum í spurningar og opnum á þær úr sal þá langar mig til að draga saman nokkur lykilskilaboð frá fyrsta ársfjórðungi. En grunnrekstur samstæðunnar, hann þróaðist áfram í rétta átt á fjórðungnum eins og við vinnum auðvitað hörðum höndum að því að sú þróun haldi áfram. Og það frábært að sjá jákvæða afkomu að tryggingarekstrinum hjá VÍS á fyrsta ársfjórðungi og það í fyrsta sinn í nokkuð langan tíma sem að það gerist og að mínu mati skýr skilaboð á hvaða stað við erum komin með reksturinn þar. Sveiflur á hlutabréfamörkuðum halda áfram að stríða okkur inn í þetta ár en virka stýringin á safninu að gera mjög vel í krefjandi aðstæðum. Og ég myndi segja að á fyrsta ársfjórðungi hafi gengið vel að halda ávöxtun góðri við erfiðar aðstæður. En eins og ég kom inn áðan þá kynntum við uppfærðar áherslur í stefnu félagsins, skipulagsbreytingar þeim tengdum en markmiðið þar auðvitað ná fram auknu hagræði með lækkun kostnaðar og einföldun á starfseminni hjá okkur. Sem að stefnan að skila sér í aukinni arðsemi fyrir okkar hluthafa. En þá yfirferðinni lokið í dag, en við Brynjar við ætlum að svara spurningum úr sal ef einhverjar eru. Annars erum við margir stjórnendur samstæðunnar í salnum og öllum velkomið að vera aðeins lengur og þiggja veitingar að kynningu lokinni. En einhverjar spurningar sal frá hópnum? Já, Helgi Frímanns Landsbankanum. Mér langar aðeins að ég er að velta fyrir mér. Ég er að fara í þessar viðræður við Íslandsbanka og hafi verið vókal með það að þeir séu opnir fyrir samtali sameiningar eða kaup eða eitthvað svona. Nú farið í meira innri skipulagsbreytingar. Bara velta fyrir mér hvernig metið þið kannski landslagið núna í ytri kaupum eða sameiningum eða einhver sem að þið eru að skoða eða það komið hvernig staðan á þeim málum? Já, bara mjög góð spurning. Ég held að það sé best að lýsa þessu að í raun og veru það sem við höfum verið að gera núna að uppfæra áherslur. Að fer fram ákveðin stefnurýni hjá stjórn og stjórnendum og eftir nokkuð langt tímabil þar sem við erum búin að vera í umbreytingafasa
Það er svona ef við rifjum það eins upp að á undanförnum 2-3 árum að þá erum við náttúrulega búin að búa til nýja samstæðu. Það er búið að sameina félög, það er búið að kaupa félög, svo sameina þau inn í samstæðuna, tilfærsla og tryggingar eftir dótturfélag. Allt þetta er rosalega mikil vinna innan við að koma okkur á þann stað sem við viljum vera og við erum svona að sigla inn í uppskýru tímabil þar sem við erum búin að ná ákveðinni stærðarhagkvæmni þó að vinnan eru þetta áfram í vexti hvað það varðar en þetta er bara mjög góðu tími líka til að staldra aðeins við og horfa á hvort að þessi eitthvað sem við getum gert betur í núverandi stöðu og við höfum verið mjög fókuseruð á vöxt, tekjuvöxt og tekjumarkmið og við erum svona dett inn í svolítið tímabil þar sem að við viljum gera hærra undir höfði að ná meira út úr plattformum sem við erum búin að búa til. En að því sögðu náttúrulega mjög langt svar við spurningunni að þá erum við eftir sem áður opin fyrir tækifærum í umhverfinu og við erum eftir sem áður í mjög góðri stöðu að mínu mati til þess að taka þátt í samstöpun á fjármálamarkaði og enn og aftur eins og við höfum sagt áður og sú staða er í raun og veru enn skýrar í dag að það er vandséð að það verði einhverjar hreyfingar í þessu landslagi á þess að við höfum einhver aðkoma að því. Þannig að tækifærinu er ennþá til staðar. Er það forsendu fyrir því að við náum okkar markmiðum? Það er ekki staðan, en erum við opin fyrir að grípa góð tækifæri sem eru til hagsbóta fyrir okkar hluta? Ekki spurning. Já, mjög gott, takk. Kannski bara stutt follow-up þessar 180 milljónur sem er svona targeta í lækkunkostnaðar, bara svona tímalínan á að það verið komið í full effect? Já, góð spurning. Ég hugsa að meiri hlutin að þessu er tengt launakostnaði. Það er eitthvað sem mun koma mjög hratt fram og svo kannski hinn hlutin er, ég myndi segja að við myndum gefa okkur fram eftir ári að ná því, mögulega í síðasta leið eitthvað aðeins inn í nýtt ári, en ég hugsa að það ætti að nást alltaf þessu ári. Já. Mjög gott, takk fyrir mig. Einhverjar fleiri spurningar úr salnum? Nú, svo er ekki, þá bara þakka ég kærlega fyrir komin í dag og endilega njótið veitinga.